Já, við höfum unnið lengi að jafnréttismálum í orkuveitusamstæðunni og við höfum unnið mjög markvisst að jafnréttismálum alveg frá árinu 2011 þegar við ákváðum að jafna kynjahlutfallið í stjórnendahópnum og útrýma kynbundinn launamun. Við settum okkur stefnu í málaflokknum, jafnréttisáætlun, þar sem markmiðið er augljóslega að jafna stöðu kynjanna. Við ræðum þetta reglulega bæði í samhengi við þau verkefni sem þarf að vinna og líka til að tryggja að það sé engin launa eða aðstöðumunur á milli kynja. Staðan mætti vera mun betri. Við erum gróið orkufyrirtæki, þar sem kjarninn er iðnaðar og tæknimenn með mikla reynslu. En á síðustu 20 mánuðum hefur kynjahlutfallið farið úr 13% í 20%, þannig þetta hefur skánað aðeins. Og við höldum áfram á þeirri vegferð, að laða fleiri konur og búa til vinnuumhverfi þar sem bæði kynin á að blómstra. Eitt af því sem við höfum lagt áherslu á er að laða góðar fyrirmyndir og það hefur tekist vel. Góðar fyrirmyndir laða fleira gott fólk og góðar fyrirmyndir hjálpa líka til við að byggja aðra upp. Það er auðvitað fyrsta skrefið, það er að taka ákvörðun eins og við segjum, að fremja jafnrétti, en síðan þarf að finna og síðan nota öll tækifæri sem gefast til að breyta. Það eru þó nokkur ár síðan að við náðum bæði að jafna kynjahlutfalli í stjórnendahópnum og útrýma kynbundnum launamun. Það vita það flestir í atvinnulífi, íslensku atvinnulífi, að Íslandsbanki hefur lagt mikla áherslu á jafnréttismál og fjölbreytileika töluvert langan tíma. Það sem að staðan hjá okkur í dag er svo að þetta er ekki lengur átaksverkefni og ég held að það var svona stóra breytingin þegar við komumst úr því að það var verið að ýta á málaflokkinn stöðugt í það að þetta gerist að sjálfu sér. Af því að fyrirtækja menningin er með þeim hætti að það vita allir hvar við stöndum og hvar við viljum vera þegar kemur að þessu málaflokk. Og talandi ójafna verkaskiptingu á heimilunum, hvernig hún hefur áhrifin á vinnustæðin, þá tókum við þá ákvörðun fyrir nokkrum árum síðan að breyta svona kerfislægum ójafnréttis hlutum sem tíðkast bara í karllægum iðnaðarstörfum með því að breyta vinnutíma þessara starfa í meiri átt að fjölskylduvanleika og þetta eru sem sagt í rauninni iðnaðarstörfin okkar þar sem að aðallega starfa kallar og karlarnir hófu vinnudaginn sem 7:30 og gátu þar með ekki tekið jafna ábyrgð á heimilislífinu heima eins og fara með börn í skóla eða leikskóla. Og við vildum að þau sem vinna hjá Orkuveitunni hefðu í rauninni tækifæri sem taka jafna ábyrgð á heimilislífinu. Og með því að taka svona ákvörðun erum við ekki eingöngu að breyta vinnustaðanum okkar. Við sem stór vinnustaðar getum þess vegna líka breytt normum og haft áhrif á að samfélagið okkar breytist. Og þetta er svona meðal annars það sem við höfum verið að vinna að núna á síðustu árum.